Þannig að hérna höfum við svona skurðarmynd af mótornum og sjáum við hér að við erum að búa til hverfissegulsviðið hérna umhverfis snúðinn sem er skamhleyptur til endana og þegar að hverfissegulsviðið fer fram hjá snúðleiðarunum þá spanast upp yfir straumur og sá straumur myndar segulsvið í snúðnum sem að eltir síðan hverfissegulsviðið og hann verður að snúast hægar til þess að spanist upp straumurinn og hann verður þeimun afl meiri eftir því sem hann snýst á örlítið hægar heldur en hverfissegulsviðið og til dæmis í 1500 snúninga mótor við kannski 4 kW mótor þá er hann kannski á 1430 snúningum við fullt álag þegar hann að gefa Já, þetta er einmitt fer frá 1500 niður í 1430 á svona 4 kW mótor það er síðan fer þetta alltaf lækkandi kannski aðeins eftir því sem að mótorinn er stærri þannig að við sjáum meiri skrikun eftir því sem að mótorinn eru minni Meiri skrikun? Já og þetta er það sama hérna er sátrið sem að er deilt niður í þessar nótir hérna er jafnströms samanburður jafnströmsmótor, þar eru við með fasta póla og hins vegar verður til mismunandi straumur í snúðurum til þess að láta hann snúast og svo erum við með vendipóla hérna sikkura megin. Þetta læriðum við í 200 og straumvendurinn með kolunum hérna. En þetta var samsetningin á mótornum og hérna sjáum við sem sagt þessa töflu aftur hérna fyrir til þess að reikna út samfangsasnúðinsaðan þá vorum við með þessa formúlu hérna og við erum með töfluna yfir mismunandi pólpör og póla já, NS er kallaður samfasa snúningshraði eða samfasa hraði það er sem sagt snúningshraðin sem að hverfissegulsviðið er á það er NS kallaður og ef við erum með eitt pólpar þá erum við með 3000 snúninga á mínútu á þannig mótorum sem eru bara 2 póla og ef við erum með 4 póla þá erum við með 2 pólpör og þá erum við með 1500 snúninga á mínútu á hverfissegulsviðinu og það er eins og til dæmis þessi mótor sem við erum með flesta hérna inn í tilraunarstofunni og við fullt álag þá eru þeir bæði 2,2 kW mótor hann er að fara niður í eitthvað 1420 kannski snúning á mínútu við fullt álag já, sem sagt það er gefið upp á mótornum hvað snúningshraðin er við fullt álag já, það er það sem við erum alltaf að finna út úr formúlunni nei, þessari formúlu hérna já, þetta er hraðin á hverfissegulsviðinu mótorinn getur aldrei snúins hraðar heldur en þetta miðað við póla fjölda og pólpara fjölda þar að leiðandi þannig að svo skulum við skoða hérna áfram sem sagt þessa myndi bara rétt að renna í gegnum þetta þessi 2 tilfelli þar sem við erum með jákvæðan straum á L1 neikvæðan á L2 og L3 þá erum við með þessa segulmiðju hérna að við myndum norðurpóla hérna á þessum 3 spólum hérna niðri og suðurpóla 3 pólun hérna fyrir ofan og þið þurfið bara að teikna upp þessar 2 myndir en ég er bara með fleiri myndir bara til þess að átta okkur að þessu áfram, hvernig þetta heldur síðan áfram það verður alltaf inn á milli verður einn fasinn dauður með sem sagt 0 ampere og það er vegna þess að spennan fer í gegnum 0-punktin eins og til dæmis hérna á þessu stað hérna í B þá erum við með L2 hann er í 0 og þess vegna verður sem sagt L2 og
straumurinn í VAF1 hann verður 0 ampere og þess vegna færir segulmiðjan hingað því að þá verða í rauninni bara 2 norðurpólar eftir hérna niðri. Þess vegna færist þetta til og suðurpólar hérna uppi. Og síðan við höldum áfram, við erum bara að sjá þetta fyrir okkur hvernig það getur síðan virkað áfram. Að í C þá eru bæði jákvæð spenna á L2 og L1 en það er neikvæð spenna á L3. Þá sjáum við hérna að þegar það er jákvæð spenna þá fer straumurinn inn og myndar þá viðkomandi segulsvið á hérna á þessu sem sagt það er L í C í C og D það er staðan í C þá erum við í rauninni með 0 á það vantar kannski að klára þessa mynd hérna vantanlega býtum við allavega þá er segulmiðjan búin að færast hérna áfram og í D-nu þá erum við með U1 og L1 0 ampere, getur það passað í D-nu já, þá er L1 hann er 0, hann er komin í 0 það var engin í 0 hérna í L1 var jákvæður, L2 var jákvæður líka já, alveg rétt L1 er jákvæður, það passar og L2 er líka jákvæður þess vegna fer straumurinn hérna inn í VAF1 og þá er sem sagt söður og söðurpól hérna en aftur norður og norður hérna þetta er alveg rétt og í D-myndinni þá er sem sagt 0 ampere á L1 sem sagt U1 er engin straumur og þá hefur segulmiðjan fæst áfram og þá erum við konum með 45 gráðu snúning á hverju segulsviðinu þannig að við getum haldið áfram svona allan hringinn spurning hvort að ég hef klárað þetta við á eftir að klára þetta allan hringinn þannig að þetta er hægt að fara með skoða hvernig hann getur keyrt allan hringinn með hverju segulsvið með því að fara skoða alla stöður nokkuð hérna á riðströms rafmagninu hérna á riðspennunni sem sagt núna væri gott að skoða dæmi eða verkefningar og halda áfram með þær það er alltaf að nýta tíman í það núna en þetta var í rauninni bara það hvernig hverfissegulsviðið myndaðist í